Íbúar í bænum Yarloop, sunnan við Perth í vestur Ástralíu hafa hafið baráttu gegn mengun frá starfsemi álfyrirtækisins Alcoa. Íbúarnir telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni. Öndunarerfiðleikum, kláða, síþreytu, geðrænum vanda, blóðnösum og krabbameini. Alcoa einnig ásakað fyrir óhóflega gjaldtöku á súráli, en Alcoa stærsti súrálsframleiðandi heims. Alcoa móðurfélag Alcoa Fjarðaráls á Reyðarfirði hefur verið sakað að múta embættismönnum í Barein til að liðka fyrir viðskiptum í þar í landi. So beyond fishing and aluminum, what's the tourism? Tourism is becoming very important. This is her constituency, so she knows everything about that. Yes, I remember now. I'm new in the East. We expanded her constituency. Yes. Just because of this project. Bending all the rules just for that. Bandarísk yfirvöld hófu rannsókn á fyrirtækinu eftir að Aluminum Bahrain lögsóttu Alcoa fyrir að múta ónefndum embættismönnum innan stjórnkerfis Bahrain. Þá forstjóri félagsins Alain Belda undir miklum þrýstingi vegna rausnarlegra þóknana sem hann hlaut á síðast ári. Alls fekk Belda yfir $25 milljónir eða 1,9 milljarða króna í laun og árangurstengda greiðslur, sem tvöfalt meira en hann fekk árað undan. Mr. Belda, this is a big day for Fjarðabyggð. Is it a big day for Alcoa? Oh, it is a big day for Alcoa. We do not make billion-dollar projects every day. Alcoa móðurfélag Alcoa Fjarðaráls í Reyðarfirði og fyrirtækið íhugar einnig að reisa álver við Bakka á Húsavík. 2 álver í þitt kjördæmi? Já. Það markmið þitt? Já, það er það sem að ég sé fyrir mér og hefur verið að vinna að. Það verði líka byggt álver á Húsavík.